Já, við ætlum að klára þáttinn hérna með skýrslunni rekstrarvanda fjölmiðla sem kom út, einkarekinna fjölmiðla sem kom út í vikunni. Varaformaður þeirra nefndar var og Elva Ýr Gylfadóttir. Reyndar ekki varaformaður. Þú ert ekki varaformaður, en þú ert framkvæmdastjóri fjölmiðla nefndar líka, sem annað, það opinbert batteri sem að fylgist með fjölmiðlum, en þú var sem sagt í þessari nefnd. Já, óbreyttur nefndarmaður. Þessi óbreyttur nefndarmaður, fyrirgefðu. En þið eru sem sagt nefndið svo klofnaði. Það er eiginlega þarna sér álit þitt og annars nefndarmanns ég kannski dálítið veigamest á atriðin í raun og veru sem annars vegar ríkisútvarpið á auglýsingamarkaði og svo endar hitt sem kannski hefur vakið mesta athygli og hugsanlega svona deilur líka að menn furða sig á það það að leyfa áfengis- og tóbaksauglýsingar í fjölmiðlum. En svo náttúrulega þessi spurning, við erum að tala að þarna sé ríkisútvarpið fýll inn í stofunni, það taki til sín svo mikinn kraft og miklar auglýsingar, en við erum samt í fjölmiðlaumhverfi sem algjörlega breytt frá því sem var fyrir 10 árum. Það sem að Google og Facebook að soga til sín auglýsingar í miklu meira mæli en við höfum nokkuð þetta alþjóðleg fyrirtæki sem taka auglýsingafé og eru líka orðin hliðverðir inn í fjölmiðlana. Og þetta í rauninni ótrúlega skrítinn og í rauninni ruglingslegu veruleiki. Ég held að megi líka bara segja það að þessi veruleiki sem við búum við núna allt öðruvísi heldur en bara fyrir 5 árum. Já. Og það líka það sem að gera það verkum að það svo gríðarlega erfitt fyrir löggjafann að móta einhverja stefnu af því að þessi markaður búin að vera að þróast svo gríðarlega hratt. Þannig að það sem að kannski menn voru að segja fyrir 5 eða 10 árum síðan, það kannski ekki endilega við í dag vegna þess að þróunin fer svo gríðarlega hratt. Já. Og ég skil mjög vel að menn skuli komast að þessari niðurstöðu að Ríkisútvarpið sem náttúrulega hefur þennan mjög stóra skerf af auglýsingakökunni, heildar auglýsingakökunni á íslensku markaði, að menn segja ef að þeir fara nú af markaðnum þá munu hagur einkarekinna fjölmiðla vænkast. Já. En og það en ef að maður fer að rýna svolítið ofan í það bara hvað búið að vera að gerast erlendis og hvernig þessi markaður lítur allir út, þá kannski staðan svolítið flóknara heldur en eins og en maður mætti halda. Já. Og það sem að ég á kannski við þar og bent þarna á í skýrslunni og það eru 2 skýrslur sem að við höfðum til hliðsjónar í nefndinni. Það var annars vegar skýrsla sem var gefin út af Norrænu ráðherranefndinni þróun auglýsingamarkaðar á öllum Norðurlöndunum, líka á Íslandi. Og eins ný skýrsla sem að fjallar danska fjölmiðla, einkarekna og ríkisfjölmiðla í þessu alþjóðlega samhengi. Og þessar skýrslur sýna það að það eru Google og Facebook eins og þú ert að nefna eru í raun og veru að soga til sín alltaf meira og meira og bara til þess að gefa hérna einhverja smá tölur í þessu þá talað það að í Danmörku sem að áleitin vera þróaðasti fjölmiðla eða svona tæknilega þróaðasti fjölmiðla og auglýsingamarkaðurinn í heiminum í dag sem að allir eru að líta til, ekki bara Norðurlöndin heldur líka önnur Evrópuríki, hvernig mun þetta líta út í okkar ríkjum í framtíðinni. Þar 50% af öllum auglýsingatekjum að fara á einhvers konar netmiðla eða Google og Facebook og þar af 4/4 að fara á þessa stóru miðla, bara Google og Facebook. Já. Og í þessari stóru skýrslu sem var gefin út í lok síðasta árs í Danmörku, þá líka bent á það að mesta þróunin að verða í þá átt netmiðlar eða fyrirtæki á netinu að taka mest til sín og þeir reikna með því að 75 til 90% af öllum auglýsingatekjum sem að fer á netið munu fara til þessara 2 miðla. Já, á næstu árum. Þetta bara það sem heitir á ensku eiginlega. Þetta eiginlega einokun. Þetta svona perfect storm það bara sópar öllu öðru burt. Já, og það sem líka athyglisvert í þessari skýrslu og það það að það náttúrulega kannski, fólk gerir sér ekki grein fyrir því, en það einn ríkisrekin fjölmiðl í Danmörku sem heitir TV2 sem á auglýsingamarkaði og hann sá eini sem hefur haldið í raun og veru
sinni hlutdeild þrátt fyrir þennan storm sem hefði verið á dönsku markaði. Já. Þannig að sko þetta kannski svona þessi þróun sem við erum að sjá sem að gera það verkum að það búið að vera núna hver fjölmiðlaskýrslan á fætur annari hvítbækur sem hafa verið gefnar út á Norðurlöndum og það í raun og veru bara talað það að það sé að skapast neyðarástand á þessum mörkuðum en svo þegar við horfum til Íslands þá staðan á Íslandi svona aðeins hægari. Við erum ekki með jafn stóra hlutdeild af þessari auglýsingaköku á sem sagt netinu. Já. En allir eru samt að fara í þessa sömu átt. En Ríkisútvarpið náttúrulega geysilega stórt á þessum markaði og það tekur til sig mikið auglýsingu en svo hafa sumir bent á að ef að Ríkisútvarpið færi út á þessum markaði þá væri sem sagt auglýsingarnar myndu ekkit endilega skila sér í aðra miðla, íslenska miðla og svo jafnvel að auglýsingaiðnaðurinn myndi ekki einu sinni vilja framleiða þetta magn af auglýsingum sem hann gerir, ekki þessar stóru sjónvarpsauglýsingar. Nei, þetta hefur náttúrulega verið bent á þetta til dæmis frá auglýsendum núna bara eftir útkomu skýrslunar og og við verðum náttúrulega átt okkur líka á því að þetta náttúrulega eitt stórt vistkerfi. Þannig að þegar það verða svona breytingar á einum stað þá kannski verður maður náttúrulega að líta til þess hvað afleiðingar hefur það í för með sér á þeim mörkuðum sem að tengjast þessum auglýsingamarkaði. Já. Og nú þetta ekki fyrsta skipti sem að ég sit í nefnd svona framtíð eða svo það sem verið að skoða fjölmiðla og ég meina þetta hefur náttúrulega komið upp mjög oft áður að bæði náttúrulega kvikmyndaframleiðendur og auglýsendur samtök auglýsenda hafa svona bent á þetta þannig að það kannski ekki nýtt en það sem hins vegar nýtt í þessu hvað að gerast hratt þessi svona alþjóðavæðing og þessi breytingar sem að verða bara vegna þess að notendur eru farnir að nota netið í meira mæli og eins og þú nefnir, þetta eru hliðverðirnir. Þannig að þá getur maður líka spurt sig, það ásættanlegt fyrir íslenska eða norræna fjölmiðla að þessi stóru fyrirtæki sem að ákvarða það hvað við erum að sjá í fréttavitum. Og það náttúrulega hliðvarslan alveg stórkostlega mikið og stórt mál þar sem við höfum náttúrulega séð það í tengslum við fölsku fréttirnar sem að en nú sem sagt talað að Zuckerberg talar það að hann ætla að breyta reglunum að fólk geti einhvern veginn graterað fjölmiðla þannig hvernig þeir sjáist síðan í fréttaveitunu og svona en þá þetta fyrirtæki í Kaliforníu komið með ofboðslegt vald yfir því hvernig við og til dæmis við héldum kannski tíma að framhaldið að framtíð fjölmiðlar lægi í einhvers konar netmiðlum eitthvað svoleiðis, þeir þjást mikið. Já, og ég veit ekki hvort allir gerir sér grein fyrir því en þessar breytingar sem voru gerðar núna í byrjun ársins þeir gerðu tilraunir í 6 ríkjum í fyrra haust þar sem að þeir í raun og veru bara tóku alfarið út bara fréttamiðlana úr fréttaveitum með skelfilegum afleiðingum fyrir netmiðla í þessum eða fjölmiðla í þessum ríkjum. Ég hef heyrt af netmiðlum þar sem 80% traffíkin gegnum Facebook. Já, og þannig þetta í raun og veru að þróast út allan heim. Þannig að það að þeir skulu fara í þessa átt skiptir verulega miklu máli og annað sem hefur líka verið bent á með þessa breytinga núna í byrjun árs að þessir áhrifavaldar á Instagram og Snapchat og svo framvegis þeir munu væntanlega taka enn meiri auglýsingar til sín vegna þess að ef að fréttaveiturnar verða ekki sýnilegar og ekki fyrirtækin heldur í raun og veru bara þessi svona vinir þínir á Facebook þá fara þessar auglýsingar tekin miklu frekar inn í það sem kallað svona native advertisement. Og þar eru mörkin milli frétta og auglýsinga orðin alveg algjörlega og mann veit ekkert verið að mæla með einhverju eða verið að borga fyrir það. Já, en þetta eru stóra spurningar en við horfum samt ekki framhjá því að fjölmiðlarnir íslensku eru í vanda og það þarf að hjálpa þeim. Já, og Ísland hefur líka sérstöðu eins og kemur þarna fram. Ég var í raun og veru svolítið hissa þegar ég var að skrifa þennan viðauka sem kemur þarna það sem yfirlit yfir alla beina og óbeina ríkistyrki. Ég gerði mig sjálf ekki alveg grein fyrir því þegar við fórum í þessa vegferð. Hvað það eru í raun og veru gríðarlega
mikil aðstoð sem að fjölmiðlar fá í Evrópu. Ég meina, Ísland eitt ríkja Norðurlandana það sem eru ekki beini ríkistyrki sem dæmi. Og sko niðurgreiðsla á póstburðargjöldum, núllvaskur og svo framvegis að finna víða. En hins vegar þá íslensku fjölmiðlamarkaður líka sérstakur því leyti að miðað við mjög mörg önnur ríki þá mjög fáir miðlar sem eru sko að fá áskriftatekjur. Já, þannig að virðisaukaskattshlutinn miklu minni. Sko, þó við slægjum að virðisaukaskattinn og áskriftarfjölmiðlum þá vorum við að tala í rauninni bara Stöð 2 og Morgunblaðið og Viðskiptablaðið, Stundin og svo eru náttúrulega líka nokkrir þannig að það myndi duga að hjálpa sumum en öðrum ekki neitt. Já, og í raun og veru þá myndi þetta hjálpa miklu minna hér á landi heldur en það gerir til dæmis á Norðurlöndunum vegna þess að þar eru miklu fleiri miðlar í áskrift ennþá. Okkur hefur svona verið komið upp á það að fá fréttir frítt og þannig að þetta svona alþjóðlega umhverfi sem við búum við og þessi þróun, hún hefur áhrif náttúrulega á sko fréttastofurnar og það getur fjölmiðla til þess að stunda rannsóknarblaðamennsku, þetta kannski kemur fyrst niður þar. Já. Þannig að þessar tillögur sem eru settar fram og meðal annars þessi tillaga sem að nefndin stendur alveg alls hugar á bakvið með það að aðstoða fjölmiðla bæði þá alltaf 25% af þessu svona ritstjórnar kostnaði og eins náttúrulega að hjálpa fjölmiðlum með tal og texta á íslensku vegna þess að það náttúrulega líka menningarlegt hlutverk. Ég held að þetta myndi skipta fjölmiðla alveg gríðarlega miklu máli og þá erum við kannski líka komin svolítið í takt við það sem við sjáum vera að gerast á Norðurlöndunum. En sko, það eitt í þessu að sko Facebook og Google borga ekki skatta hérna. Já, það reyndar heillöng umfjöllun þetta mál sko í skýrslunni hvernig þetta skattaumhverfi Þannig að sko það rétt að þeir náttúrulega ekki að borga sér skatta af sinni sko starfsemi hér. Nei. Það er kannski eitt af því sem þarf að gera varðandi þess alþjóða fyrirtæki. Og þess vegna náttúrulega sko fyrir fólk sem hefur áhuga á þeim hluta þá mjög ítarleg fjallað þetta. Men þetta náttúrulega ekki bara íslenskt vandamál, þetta náttúrulega evrópskt vandamál getur maður sagt. Vegna þess að þetta náttúrulega það sem svona þetta ójafnvægi sem milli fjölmiðla í Evrópu sko þegar þau eru að keppa við þessi stóru fyrirtæki. Örstutt í lokin, sko menn fara nú stundum að tala kannski ekki stóru línurnar í þessu heldur, minni línurnar. Öll athygli fer á ríkið á auglýsingamarkaði og það náttúrulega stórmál en það náttúrulega miklu fleira í þessu. Svo en það var þetta og þar gerðið þú líka sérálit áfengis- og tóbaksauglýsingar. Já. Og nú þetta koma áfengisauglýsingar til okkar sérstaklega minna nú tóbaksauglýsingar, það maður sér þannig að utan. En eigum við, eitthvað stætt á því að halda fram að banna það hér þá? Ég vil sjá þetta í erlendum. Já, við náttúrulega erum svona í þessari stöðu, ég og skattasérfræðingunni í fjármálaráðuneytinu sem voru með þetta sérálit, að við töldum okkur náttúrulega þurfa að svona fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar. Við erum náttúrulega með þessi lýðheilsu markmið og svo framvegis, þannig að svona í þeirri stöðu sem við erum náttúrulega sko bara bentum við á það að þetta allt saman til staðar núna og það þarf náttúrulega að skoða þessi áhrif líka bara sko þessi óbeinu kostnaður af þessu á ríki, það þarf náttúrulega að skoða það í þessu stóra samhengi. Þannig að við bara bendum á það að þetta kannski svona stærra mál og það kannski erfitt að mæla með einhverju slíku nema að áhrifin komi fram líka og skoðið. Elva, þetta stórt umfjöllunarefni og afar fróðlegt og skiptir máli fyrir samfélag okkar og lýðræðið og allt. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa.